Góða kvöldið, kæra áhorfendur, velkomin í beina útsendingu frá Sengarhöllinni í það sem við ætlum að sýna frá leik Hauka og Þórs frá Þorlákshöfn. Þetta er mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Haukarnir eru með 8 stig og Þorlákshöfn með 6 eða ekki? Jú. Þannig að þetta er svokallaður 4 stiga leikur í rauninni. Heldur betur. Og það er mikið undir og það er kannski fyrsta lagi að vekja athygli á því að Haukar eru hér kanalausir í kvöld. Annar leikur í röð sem að Markus Ólafur er ekki að spila með liðinu og ætlaði ekki að gera það í kvöld. Hann Markus vegna meiðsla, fann til ykkur að eimsla og ætlaði ekki að spila í kvöld eins og á móti Grindavík. Vilt þú koma með frétturnar, Davíð? Já, samkvæmt síðustu fréttum að þá var hann látinn fara og mun ekki spila með okkur fram að jólum. Þangað til vonandi nýri leikmaður verður fundinn og það verður fróðlegt að sjá hvernig Haukaliðið spilar úr þessu núna. Þeir áttu flotta, hvað hefur að segja, 35 mínútur á móti Grindavík án hans og mistu þetta svona frá sér á stuttum kafla þar sem að Grindavíkarnir fóru held ég á 12-0 run á mótið og þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig leysa þetta, sérstaklega sem að útlendingur Þórs Þorlákshafnar er gríðarlega sterkur undir körfunni og hefur reynst mörgum liðunum illviðráðanlegur og það verður gaman að sjá hvernig Haukarnir ráða við hann. Engin spurning, þetta er stór frétt og alltaf leiðilegt að þeirra að vera að standa í svona málum. Heldur betur. Sjáu þarna að fara beint inn á hann. Hann er Þeir leita sjálfsögðu beint inn á og finna að það er veikleiki þarna í vörðinni í Haukunum og Hjálmar átti ekki roðið hann þarna. En Haukarnir verða að finna aðra leiðir og þeir verða bara að vera einfallega duglegri heldur en Þórsararnir. Arnór Bjarki þristur, hittir ekki. Frákvæmstu á Þór. Nú er upp um boltan. Hér upp á körfunni. Á Anna beintinni aftur. Fín vörð hjá Kristni. Stuttur, flott vörð í Haukunum núna, vel gert. Já, við sjáum að þeir eru að leita mikið inn í teig. Já, þeir munu byrja þar og það verður verkefni fyrir Haukarna að leysa þetta. Hilmar, stuttur, loftbolti bara. Já, snerting hann held ég. Já, Varði skot. Þeir eru upp á körfu. Látaði boltan ganga vel. 3 stiga skot, hittir ekki. En við sjáum að á bekknum hjá Haukunum er hann Adam. Hann var nú ekki með í síðasta leikum með Grindavík, það er ekki rétt hjá mér. Þannig að það er svona aðeins að auka púður inn í teig. Erum ekki alveg... Villa, vel gert í Hjálmari. Já, þetta var gott dræf. Haukarnir þurfa einhvern veginn að breyta þessum veikleika í styrkleika. Heldur betur. Það er alltaf vinsælt að reyna það. En Hjálmar fer hérna á línuna og fær 2 vítaskot. Það er Villa á leikmannum 9. Halldór Garðar. En Þór frá Þorlákshöfn leiðir 2-0. Þannig að þetta verður áhugaverður leikur, engin spurning. Þetta er alltaf áhugaverður leikir. Já. Það verður gaman að sjá svona eins og segi kannski framar öllu mentaliteti hjá Haukamönnunum, hvernig þeir komu undirbúinni inn í þetta því að þeir hafa væntanlega bara fengið fréttirnar í dag eða bara svona rétt fyrir leik og það er svolítið öðruvísi að spila leiki núna heldur kannski Grindavíkurleikin þar sem þú kannski veist að leikmaðurinn er meiddur og hann mun spila næsta leik og annað en þá er spurning hvernig þetta svona hefur áhrifin í liðið þegar þú veist bara að næstu 3 leiki verða án hans og Hjálmar klikkar sérna. Já, engin spurning. Þetta er að sjálfsögðu hefur áhrif andlega en yfirleitt er að menn þjappa sér betur saman og reyna að treysta betur á sjálfan sig. Já, menn verða bara að sækja körfu og skora. Önnur villan á Þorlákshöfn og leikmaður númer 5, Dómasik sem að þær á sig villuna. Haukur Óskarsson, galopinn, stuttur, nei, beint á ný, jafna leikinn, 4-4. Það er mikilvægt fyrir Hauka að fá þannig mann í gang. Arnór mótið Dómasik,
Haukur, þessi strákar, Haukur, Hjálmar, þeir verða að leiða vagninn í skoruninni. Gott vörn hjá Haukur núna, 3 stiga skot, Bentoni. Það var Halldór, setur sinn. Halldór Garðar setja hann í. Já, Hilmar, sækir að körfunni, finnur Kristinn Marinósson. Þannig að Haukarnir þurfa að setja ansi mikið af svona skotum. Flott sending, vel gert af Haukunum. Fín sending hjá Hauk Óskarssoni á Kristinn Marinósson sem skorar. Gott hjá Kitta og gott sending hann á. Fín villa hjá Hilmari. Ég var ekki sáttur með talaða milli manna. Þeir voru ekki að rótira rétt svona að laupa aftur í hraðara fyrir svörnina. Nei, þeir sýnist að þeir ætla ekki neitt að doppeltíma inn í teig þó að hann fái boltan, hann Brodnik. Það verður gaman að sjá hvað þessu lengi er endast í því, en það er kannski skárað að hann skorið þarna 2 stig heldur en þeir séu að raða okkur galopnu þryggjastaskotum. Já, þeir ætla frekar að stoppa skotið fyrir utan en stoppa alla hérna. Já. Hann má fá 50 ef við stoppum hérna. Það virðist vera hérna gameplanið. Kristinn Marinósson, Hjálmar. Árni Bjarki, sækir að körfunni. Finnur Hjálmar, á villa. Það var ekki mikið villa síðan þarri. Nei. Tekur bara boltan á uppleið. Hefði mátt vera að halda áfram bara Hjálmar náði frákvastunni hann einhvern veginn. Aftur hefði getað að fara í kjöril sniðskott. En hann farið 2 skott. 2 skott, hittur öðru áðan. Settur fyrra. Eins og síðast hittar hann á fyrra vítaskotinu. Nú hann að gera hann betur og setja setna líka. Nei, aftur stuttur. Koma Þórsarar. Tómasik. Stuttur sýstur, langur týstur. Hittir ekki. Þórsarar bóttan. Þeir eru að hjálpa staðið frákvastunum. Annars hefur vítanýting Hauka verið mjög misjöfn í vetur. Já. Og það er nú ójafnleikur, Ragnar, þristur. Ragnar er mjög góð skipta, það er þetta sem við verðum að passa. Þetta var mjög góð sending hjá Brodnik og þetta setur hann Doni. Haukur, annar góður skotmaður, fer inn fyrir týrstinn. Nær sóknarvarkustunni. Annar engi villa. Hann er bara að klára þetta. Já, hann var að klára þetta bara. Haukarnir, enn og aftur leita þær inn í. Hitta ekki. Kristinn Marinósson verður að taka hann á bolti á, vel gert. Fín vörn hjá Haukunum núna. Fín vörn, þeir eru að láta finna fyrir sér. Já, þetta er bara góð liðsvörn hjá Haukunum. Þeir vita að þeir verða að treysta hvern annan. Það er engin eitt sem er að fara að stoppa. Við verðum að halda fram að sækja líka. Við hefum ekki treysta endalaust á þryggjastaskotin. Þeim finnst nú ekkert leiðilegt að skjóta þeim. Nei. Þórsliðið við spilum svona á Óleðstíðin. Vel gert. Þórsliðið vil svona hægja svolítið á leiknum. Þeir eru setja mikið upp og láta bolta ganga vel á milli sín. Hlaupa kerfin. Vel gert í Arnóri. Kristinn Marinósson. Setur þristinn. Nei. Af. Haukarnir verða að fá hittnina í gang. Kemur Tómasik. Jakku. Þeir eru hætta. Þeir eru sjóðandi heitir hundan. Þeir eru að fá Jakka, segi ekki Jakku. Hann með gott þryggjastaskot. Haukur Óskarsson. Það er ekki nógu mikið að gerast í sókninni Haukum. Haukarnir að taka skot allt og snemma í sókninni og oft erfið skot. Aftur þristur. Nei, nú fór hann ekki einu svona á hringinn. Ívar tekur tíma. Hérna er búin að fá á sig núna á 7-0 run frá Þórðarsöfn. Þannig að Ívar tekur tíma til að reyna að hægja aðeins á þeim. 7-15 fyrir Þórðarsöfn og 5:23 eftir.
Jæja, Haukarnir senda samanlið aftur inn á völlin. Þeir verða bara einfallega að fylgja orðum Oasis sem að spilaði hérna í leikliðinu. Þeir með ekki vera svekkja sig á fyrstu mínúturum, verða að horfa brosandi fram á veginn. Sjáum hvað þeir gera núna beint út tímanum. Mjög mikilvægt að fá eina góða körfu strax eftir tíma. Arnór finnur Hilmar, Arnór Bjarki, Haukur Óskarsson, sækir að körfunni. Finnur Kristinn Marinósson og Karfa. Vel gert. Þetta var það sem við vorum að leita eftir. Karfa beint upp úr tíma er mikilvægt. Mjög mikilvægt. Það miklu hraðara spil líka sem kom í ganga. Þetta var búið að vera svona lull á Haukunum í sókninni. Já, menn voru ekkert að leita inn í, menn stóðu bara hluta þryggjastæða línuna. Akkurat. Það verður að slæsa á kötta inn. Marinósson. Vel gert svo Kitta. Gefum smá hérna kraftur í vörðinu Haukum. Mætaði maður framar, íta aðeins við þeim. Það verður að koma eitthvað frumkvæði. Skiptingu á sem Kristinn Marinósson er fann að dekka Kínu. Hittir ekki. Hvernig boltan, Haukar er hann. Mjög gott. Ég svona sáttara við þessa breytingu hjá Ívari að láta Kitta taka hérna Brodnik. Kitti með sterkur og með lágan þyngdapunkt, þannig að hann á að geta aðeins ítt við honum. Þá hann einu ekki að vera mikil fyrir staða. Þrátt fyrir allt. Myndi maður halda. Hann er það stór og sterkur. Sjáum hvað gerir. Einhver ráðstefna hjá dómarunum. Já, það er alltaf eitthvað. Það eru inn á hjá að málþing. Þorláksson núna eru Davíð Arnar, Emil Karel, Halldór Garðar, Nikolás Tómasík og Kínu, Haukur Óskarsson. Haukur. Hittir ekki. Hjálmar, gott frákast. Klárar þetta vel. Vel gert. Tómasík, boltan. Þetta er þristur. Þeir eru að hitta rosalega vel úr skótunum sínum. Þeir eru búin að setja núna 3-4 galopir í röð. Þetta verður erfitt fyrir Haukana ef þeir ætla að fara að setja að stað einhverja þryggjastæðasýningu. Nákvæmlega. Eins og þeir hafa svo sem gert. Þeir hafa alla burði í það. Þeir eru með fullt af góðum skótunum. Hjálmar. Finnur Kristinn Marinósson. Við þurftum að einna að halda hann. Já. Hann bað mannana. Já, hann var búinn að byrja þannig lengi. Góðu skotmaður hann Kitti. Já, mjög góður. Það var líka vel gert. Herðu sjáum. Kínu Rockford. Nýr hann af sér. Hann er örfendur. Já, flott frákast í Haukunum. Nýmur Arnór Bjarki. Hjálmar og þristur frá ekki honni. Kínu Rockford langstæðstur og sterkastur í tegnum. Svolítið fljótt skot en það er nú kannski svona smá fyrirmæli frá Ívari líka. Emil Karel, stuttur. Kristinn Marinósson nær frákastinu. Það hitta ekki öllu. Nei, það er ekki öllu en við verðum að halda þeim í. Arnór Bjarki, kæru laus þarna. Haukur Óskarsson. Og beina það. Og mikið af mínum við erum aðeins að segja. Við fengum góða körfu á hann og villu. Þegar við sóttum upp á körfu. Það verður að blanda þessu saman. Kínu Rockford, allt og auðvelt. Finnur Emil Karel, flott sending á Tómasík. Það voru auðvelt. Haukur Óskarsson, lætum taka þessu. Dæmt vill á Emil. Og Haukarnir konur í bónus. Og það skipti ekki á báðliðum. Hjálmar og Arnór fá smá skiptingu. Og Adam og Daði Lár koma inn. Og inn á hjá Þór komu leikmaður nummer 25 sem að heitir Ragnar. Já, það er Ragnar bara að koma inn aftur auðvitað, já. Og var það ekki bara Jaka, hvað heitir hann aftur? Ég er búinn að glemma, Jaka Brodnik. Daði byrjar á Tómasík. Davíð Arnar, lúmskur. Frábær sending á Emil. Fín vörn í Haukunum. Slæma hendur í boltan. Vill á Hauk. Nei! Þetta var skrítin ákvörðun hjá dómarnum. Karfa góð fyrir þetta. Þetta var. Við höfum smá luxus hérna við útsendingin aðeins og eftir okkur, þannig við sjáum svona smá endursýningar á hlutunum. Ég fannst þannig að þarna.
heilmikið eftir áður hann að fá skotið. Tómasík, eitt skot, hittir ekki. Marinusson með frákastið. Hilmar. Kristu frá Hilmari, hittir ekki. Svolítið að treysta á þryggjastakörðunarhaukarnir. Já, og svolítið fljótir í þar. Villa á Kristinn Marinusson. Fínasta Villa. Skiptingu Haukum aftur. Matic kemur inn á fyrir Hilmar. Ég var nú að skýra Kínu Rockford, ég sagði alltaf Brodnik þegar hann var að skora. Sjálfsögðu var hann á bekknum en Brodnik á línunni núna. Setur fyrsta. Brodnik á línunni, nákvæmlega. Setur bæði. Skjutum aðeins útljóðið hjá okkur. Kemur Matic. Skynning frá Adam. Matic verður að sækja á Davíð. Hann fljótari en Davíð. Þarna já, eins og ég segi. Vel gert hjá honum. Klárar þetta mjög vel. Mjög vel gert á Matic. Nú nýtir þetta. Davíð ekki fljót fráasti maðurinn í liði Þorlákssona, þannig að við verðum að nýta okkur það ef við fáum þessa skiptingu. Kristur. Beintoni. Sjóandi heitur. Þeir eru komið 27 stig, það er bara allt og mikið, það eru 2 mínútur eftir að leiklutanum. Haukur Óskarsson. Það er erfitt, frábær sending á Kristinn Marinusson og klárar. Bæði liður að skora hans í mikið, Haukar er konum með 21 stig. Já, það er vörðin sem að vinnur hennuleik, það er nokkuð ljóst. Kristinn Marinusson komið með 10 stig. Ragnar Örn. Brodnik, Davíð. Tómasík. Já, hann er sjóðandi heitur. Það er bara sami blettur. Já, nákvæmlega sami staðan að skjóta á hann. Haukarnir verða að stíga betur upp á mótunum. Segir 30 stig er alltaf mikið. Kristinn Marinusson, nei, af. Ekki nógu skynsamir alltaf. Mér finnst Haukarnir nefnilega að fá körfur. Ef þeir eru skynsamir, láta boltan rúlla, þá hafa þeir verið að fá körfur. Þannig að þeir þurfi ekkert að fara alltaf í þessi skot. Hann skorar öllu. Hann skorar og vilt. Hann er komið með 13 stig. Kristinn Marinusson, Matic, Matic þá bara að fara aftur á Davíð, ekkert vandamál. Þarna vel gert hjá honum, já, þetta er vel gert hjá honum. Haukarnir múin að skipta. Matic fer á Tómasík. Þetta er við. Það er hann aftur opinn sko. Nei, hann hlaut að koma að því. Hann liggur bara á. Já. Hann heldur höfuðið, hann er að Það er ekki einast að meta það hvort hann leikur eða ekki. Ef hann er mittur á höfuðið þá hann að flauta að stoppa leikinn. Haukur skiptir við Hjálmar. Tómasík kemur upp á körfunni, fín vörn í Haukunum, Davíð Arnar og Ragnar Örn fyrstur, þeir eru sjóðandi. Þeim líkur allt í þeim. Þetta er helst á opni sókninni, það er svo þryggjastakörfur, hann geta allir skotið. Haukarnir er ekki vakandi og Nei, þetta er bara kerfis. Já, það eru bara allt og margir leikmenn, það er ekkert að hjálpa til og Hjálmar er að dribla í gegnum einhverja 2-3 leikmenn. Það hefði væntanlega að þýða að það væru 2-3 opni leikmenn í Haukunum, en tvær sekundur eftir, sjá hvað Haukarnir gera. Matic. Nei, ekki Róni. Stuttur. Herruðu, 37-23. Haukarnir hræðilegur endir á leikflýtunum segi ég. Það sem að við vorum hvað, 23-31, við komum okkur 60 í
mjög Já, ég meina þetta var erfiður munur, 14 stig eftir fyrsta leiknum. Það er orðið ansi hár munur og við erum að láta Tómasi skora á okkur 13 stig strax í fyrsta leiknum og svona Þeir eru bara ekki nógu þéttir Haukarnir. Nei, þeir eru að brjóta mörðina óveðfalda niður og í gegnum hvað einasta pick and roll þá hefur Tómas verið í raun og veru opinn og ef hann hefur ekki verið opinn þá hefur hann gert inn í teginn og hent honum út á opna leikmann sko. Þannig að það vantar mikið í vörðinni Haugum eins og sést á 37 stigum. Já, og Rockford hefur eiginlega ekkert spilað með í seinni hluta fyrir fyrsta leikluta. Ég gæti bara trúaði að hann var eitthvað örlítið að haltra í uppbytuninni, þannig að það er kannski fílan svolítið ef að þetta er stemningin í Haugaliðinu. Já, það verður að vera allt önnur stemming núna sem þarf að koma inn, það þarf að vinna upp hérna mun. Það kom smá kraftur í það og þeir eru komið inn á, en svo fóru þeir bara strax aftur í þriggjastaskotin og eru bara að láta vaða ansi mörg í staðinn fyrir að láta bolta ganga milli manna, þannig að þeir komist inn í teginn. Það er alltaf sama sagan, það er liðið sem vinnur leikinn. Einstaklingsframtakið er oft stundum og mikið. Alveg þess verið að minnast á það að vörn Þórsara er ekkert til að hrópa húrra fyrir. Við erum búin að skora 23 stig. Hún er ekkert mjög góð, okkar er bara það varri bara. Okkar er enn verri, það er alveg heila málið. Kemur Kíno Rockford inn og aftur. Komum Haugarnir, Daði Hjálmar. Hann langaði nú að taka skotið. Matits aftur. Kristinn Marinusson. Hittir ekki. Kíno með gott þrókast. Halldór Garðar er kominn inn á til að stjórna. Hér er Tómas ekki á bekknum. Ragnar. Flott vörn í Haugunum núna. Vel gert. Hjálmar á Kíno Rockford. Það er ekki fín vörn í Hjálmari. Það er bara mjög góð vörn. Hann er langur. Frábær varnarmaður. Matits. Klárar þetta vel. Vel gert hjá Matits. Kvartar yfir því hann hafi slegið í. Hjálmar aðrunum. Já. Matits. Og Hjálmar. Herðu, þetta er frábær byrjun á seinni á öðrum leikluta. 4 flott stig hjá Haugunum strax í byrjun. Þetta var það sem við þurftum. Munurinn er þá 10 stig. Já. Þeir verða að hafa fyrir þessu, það er málið. Já. Hjálmar. Aldrei vill á maður. Segir hann haldi í mjöðmyndaráðinu þegar hann stekkur á hann. Hjálmar að fá sína fyrstu villu, það er í lagi. Já, þetta er flæg. Þeir sé þetta betur en við. Hilmar skipti við Kristinn. Kíno, virðist ekkert leita mikið að skotinu. Aðalega hafna á lóðpóstinum. Sterkur þar. Hittir ekki. Svo núna. Daði. Núna sýnst mér að vera að dobla. Adam kemur og hjálpar Hjálmari. Adam komið Hjálmari. Ekki alveg nokkuð sending. Daði Lár. Sækir á. Vel. Góð vörn. Þetta er það sem við erum að gera. Menn þurfa að vera bara hrættir við að fara á körfuna. Við vinnum við ekkert með því að standa allir fyrir þann þryggjastælínuna. Það verður að slæsa okkur þetta. Hvað er að gera? Það er flott að fá eina körfu viðbót hérna. Minka munin ennþá meira. Hjálmar. Þristur frá Hjálmari. Spjaldið ekki. Fín barðið á Adam en Brotnik nær framhjústinu. Ekki gott skot í Hjálmari en komin undir smá tímapressu en Brotnik. Þetta er of einfalt. Þetta er bara eitt skrín og frýtt skot. Hilmar þarf að komast í gang svona. Hann þarf að gera það núna. Nei, stuttur. Hann er ekki röstinu. Halldór Garðar kemur boltan upp öllin. Fínasta vörn núna í Haugunum. Emil. Kíno Rockford klára þetta. Við erum komin upp í 12 stig. Matits, búinn að vera góður hérna fyrir okkur. Finnur Hjálmar, Hilmar. Flott boltarhefing. Spil maður. Nei, skakkur.
fínt. Villa á Kínu Rockford. Rockford var sína aðra villu. Ósáttur. Dæmdur fyrir hald. Það var góð baráttu við Adam. Var komin í góða stöðu þarna. Stór og sterkur strákur. Já. Hann getur alveg hjálpað til þarna. Bæði vörn og sókn. Matic. 10 skotklukku. Þetta er Hilmar að gera. Fær skrín. Sækir að körfunni. Erfitt skot. Hilmar vel gert hjá stráknum. Kláraði þetta. Svona að gera þetta. 18 ára og hendir til hann að fullorðnu karlmönnum bara eins og hann. Þetta er bara... Þetta er skrokkur. Hann er orðinn fullvaxta. Algjörlega. Hann hefur tekið gríðarlegum framförum síðan í fyrra. Já. Sérstaklega þetta. Stór og hefur... Daði fær villu. Íþróttahæfileikar hans hafa vaxið gríðarlega. Algjörlega. Ég held að það sé svona aðalmunurinn. Líka unni fyrir því. Það er með því skemmtilegri sem ég gerði sumar var að fylgjast með Instagram-reikningi á Villa styrtaþjálfara. Akkurat. Það sá maður hverju voru að leggja á sig. Aldur betur maður. Og þar var Hilmar yfirleitt fremstur í flokki. Hilmar fremstur í flokki og þarna sjáum við leikmanni eins og Hjálmar og við erum að sjá að hann hefur tekið og Haukur. Hjálmar hefur styrst verulega síðan í fyrra líka. Halldór Garðar setur bæði vítin. 12 stiga munur. Þeir verða að minnka munur hérna fyrir hálfleik. Hann farið allavega vel undir 10 stigin. Hilmar búinn að fá inn á körfu, hittir ekki. Matic, gott frákast hjá honum. Matic er komið flottan leikinn fyrir okkur en það í fyrir áleik. Daði, vel gert hjá Daða. Sterkur þarna. Það var bara ákveðin, veit að Kínu hefur komið 2 villur. Kínu er ekki tilbúin að brjóta af sér, þannig að hann keyrir bara á hann. Rockford letar hann einhvern veginn fara bara. Hann hafði kannski ekki trú á þessu. Þetta er allt strákar. Þetta er svona svipað. Þetta var kærleys í vörðinni. Heldur betur. Daði. Leittar að Hjálmar inn í tegnum. Nei, Hilmar har boltan. Hjálmar. Hjálmar keyrir upp á körfu. Klárar hann. Sýttir þessi fyrir ofan í. Það er ekki inn í Hjálmari. Halldór Garðar. Fín vörn í haugunum. Hann má ekki á þessu skot. Gott þetta. Hjálmar má ekki vera alltaf þessa sendingar alltaf yfir axlarnar á honum. Hann er alltaf sterkur leikmaður til þess að... Já, hann þarf að vera... Hann er bara góður í að skapa pláss og... Hjálmar þarf bara í raun og vera að... standa hann bara. Það þarf bara að leyfa honum að fá boltan og... Já, treysta frekar á hjálpina. Strákur er vanur að pósta upp mun stærri leikmenn heldur en Hjálmar þannig að hann lætur ekkert fara yfir axlirnar á sér neitt auðvitað. Víti fyrir honni. Sjá hvað hann gerir í seinna vítinu. Hann hefur ekki mikið leitað að skotinu allavega í þessum leik. Vítavítingin á honum er ágætast af og hann setur bæði honni. Kemur Daði. Munur er komin upp í 14 stig. Þeir hafa ekki fengið körfur eftir þessi ágættu byrjun. Það er bara sami munur. Allt of erfitt en Haukur, hittir ekki. Við erum að festast í þessum skotum. Daði segi ég. Halldór. Ívar er ekki sáttur við þetta. Nei. Halldór Garðar. Við erum þetta vel. Klára skot. Klára leiðipið. Þetta er einhvern veginn of auðvelt bara fyrir Þórsara. Þeir þurfa lítið að hafa fyrir þessa stundina. Slangar sendingar í sókninni. Hjálmar har fótt á sig. Hann leikli. Heitir ekki hann. Það er stemming í Þórsliðinu. Heldur betur. Það er alltaf gaman þegar maður er að hitta. Það er bara þannig. Þórsararnir hafa verið að hitta vel. Herðu, hvað er gameplanið þetta, Davíð? Hvað þurfa Haukarnir að gera? Er þetta hugafarið? Er þetta vantar trú? Það er ákveðin doði yfir liðinu. Maður sér maður sér sko munin á því þegar þeir taka svona 2-3 sóknir, kemur svona ákveðin kraftur í þá,
stopp í vörninni, góða körfur, þá sér maður hvers liðið þetta megnum. En vandamálið held ég líka bara það að við erum að sætta okkur við allt og léleg skot. Stutta sóknir, við þurfum aðeins að svona lengja sóknirnar okkar og fá auðveldari skot. Við erum að taka of mikið af þristum snemma í sókninni og við þurfum að láta boltann ganga betur og fá auðveldari skot upp úr þessu. Já. Þannig að við eigum að kannski vera að hitta aðeins betur úr þessum þryggjastæða skotum, það er ekki það. Þau eru mörgur ekkert rosalega slæm. Nei, þau eru öll svona eitthvað en af dribbli og... Svolítið fljót. Já, svolítið fljót. Það er ekki spurning, það er bara þannig. En hittin mætti nú vera betri. Já. En það skýrir svo sem ekkert allt. Vill á Ilmar. Þetta er alltaf þegar Já, lemur niður, eða slagur niður. Það er ekki hægt að kvarta við þessu. Hvað Halldór Garðar gerir á línunni. Haukamenn með til þess að vita það að Halldór Garðar fer ekki mikið á vinstri. Akkurat. Hann finnst mjög þægilegt að koma þarna upp hægra megin og er sterkur í því og er góður í, það er erfitt að stoppa það. Já. En hann náði ekki að fá þetta alveg svona auðveldlega. Sjá hvað við gera, Sáruvantar eina góða körfu núna. Kemur Arnór. Það er langt síðan síðasta karfa kom á Haukunum. Kristján Magnússon. En svo náttúrulega verða líka að hafa trú á skotinu, þeir með ekki bara alveg hægt að skjóta. Það er þetta styrkleikum Haukana og sérkenni að þeir eru að hitta úr þessum þryggjastæða skotum. Tómasík, Villa á hvern? Vantarlega Arnberga. Nei, það er Hjálmar, það er þriðja vellan hans. Já. Það ekki? Jú. Og þá sjáum við unga leikmenn koma inn. Alex Rapp Guðlason skiptir við Hjálmar. Ekki hækkar Haukaliðið við þetta. Nei, meðalhæðin lækkar örlítið. Meðalaldurinn líka. Ekki var hann hár fyrir. Nei. Tómasík, hittir ekki. Ósáttur með sjálfan sig. Þeir eru búin að hitta mjög vel úr vítunum, Þórsararnir. Ég held að það sé bara eitthvað annað víti sem þið klikka úr hérna. Það gerir í sérna. Góður skotmaður sem setur þannig í. En leikur Hauka er ákveðið vonbrigði eftir góðan leik á móti Grindavík. Já. Og maður hélt að þeir voru konið með ákveðna stemmingu bara í liðið. Já, væri svona kraftur í því. Men það er sem við vorum að tala um í byrjun. Það er oft erfiðar að svona annar leikurinn án útlendingisins er oft svona erfiðari. Arnbergi. Vel gert hjá Kínu Rockford. Las þetta vel. Já. Þetta er náttúrulega bara einhverjir tittir sem að koma hann inn í teik hjá honum. Villa. Það er þriðja villan á Hilmar Smára líka. Já. Við sýnist þetta stefna í ansi erfitt. Erfiðan leik. Já, ef menn alltaf gera svona vitleysu líka sko. Svo var Hilmar Smári hefði bara fólkið tækniviti eftir viðbröðin. Mjög ósáttur. Hefur ekki fundið sig hérna í fyrirháleik. Nei. Ekki frekar en aðri leikmenn Hauka. Stigahæstur er Kristinn Marinósson með 10 stig. Við hefur ekki komið öll í fyrsta leikjundanum. Já. 2 3 og 2 layup. Alltaf á 3 vitum. Vörnin í Haukunum búin að vera arfarslögg. 52 stig fengið hann á sig og 4 mínútur eftir af öðrum leikjunda. Og 22 stiga munur. Já, Matic, gefur hann boltan Hauka. Það verður einhvern veginn að koma sér upp úr þessari hólu. Haukur Óskarsson, finnur Matic. Nú þurfum við eina góða körfu allavega. Nei, hittir ekki. Alex nær þessu frákasti. Arnór Bjarki, út úr horninu. Kristján Magnússon, Matic. Aftur er góð hjálpvörn og Alex vel gert. Kínu Rockford með góð hjálpvörn en Alex. Réttum maður, réttum staðan Alex. Haukandi seinir aftur og Halldór Garðar hittir reyndir ekki. Nei, þetta var nú lílega skott. Kristján Magnússon. Nei. Þetta er kærleysi. Haukandi seinir aftur hana. Matic. Finnur Hauk Óskarsson. Haukur. Þristur frá Hauk. Hittir ekki. Alex aftur með frákastið. Vel gert hjá Alex. Flott innkoma. Sterkur strákurinn Alex.
spilaði lengst af með KR yngreflokkum, skipti yfir í Hauka fyrir einhverjum 3 árum í drengja og búin að vera burðarás í drengja og úlinga núna. Já. Kristian Marinson gott frákast, Haukarnir ekki að hitta úr skótunum, skapar sér í færi. Við sögum á það eru tækifæri í þessu, vörnin ekki það góð hjá frábær hreyfing hjá Arnóri, Bjarkan hittir ekki. En þetta, það fullt af tækifærum. Þessari vörn Þórsara. Man veit aldrei hvernig að skrifa og hvernig ekki. Nei. Ég heldur sínist að Haukarnir var komið í svæðisvörn. Arnór Bjark getur allt og einfalt. Vissum hann frá sér en... Já, ég ætlaði einmitt að minnast á það hvort það væri ekki bara hreinlega betra að vera í svæðisvörn og frétta þá frekar miðuna því að það er veikleikinn. Góður lagi að prófa það. En hérna, það var alltaf hægt á Kristján var bara að posta hann upp. Að gefa upp skot. Sjáum hvað gerist. Lítið, það er óreið á sókninu Haukunum, það er ekkert að gerast. Nei, þetta er ansi vilt. Já, stuttur. Alex með krassa baráttu. Já. Flott var það honum. Það getur að vera á skref núna þessum röð. Haukarnir ekki alveg einhvern veginn með á hreinu hvað þeir eru að gera í vörninni. Sumir í svæðisvörnina og sumir ekki. Arnór Bjarki ekki að lesa Ragnar Bragarsson. En klikkar úr þessu tróðslu. Þeir vilja fá villu. Já, skil það vel. Haukur Óskarsson, nei hann er blokkaður. Vinnar boltanum, Arnór Bjarki. Þetta er bara villa. Já. Þetta er svona svo kallar óþarfi. Já, ég vil fá að vita á hvernig Einar Skarpjörnsson er að dæma þarna. 25, Ragnar. Sjáum hvað hann gerir. Þá kemur næsti dómari, það er bara svona færiband. Ok, hann dæmir aftur á Ragnar Örn Bragarsson, ásetningsvillu. Haukarnir fá nokkur víti. Skiptingar hjá Þorlákshöfn. Já, hann tekur Ragnar út af. Já. Sjáum hvað Haukarnir gera. Þetta Matits fari á línuna. Já, fyrst Býtum við. Matits sem fer á línuna. Fyrst bónusskotinn. Matits setur fyrra. Það var sett kominn bónus hjá Haukum. Ef hann setur setna þá máttu hann bara halda áfram línuna eða ekki? Hann er að fá 1 í viðbót þegar ekki? Það er sennilega ekki kominn bónus. Jú, það eru 5 minnur á klukkunni. Nú er ég ekki að skilja neitt. Þetta er fjórða, það er vill á klukkunni segja þér. Já, 5. villan var ásetnings. Já, óíþróttumannslega villa. Já. Ónum með þetta. Haukur hittir ekki. Alex í öllu frákustum. Já. Vill á Kristján Marinson. Óþarfa villa. Algjör. Þá var þeir á línuna hinum einn. Já. Algjör óþarf að vera að gefa þeim 2 frískot. Þurfi ekki svona að reyna á sig. Setur fyrra. Þeir eru að nýta vítin sinn mjög vel. Já, var nú bara gaman að sjá hvað vítanettingin sé hérna í þessu leik. Þeir eru með, held ég, 16 onni af 18. Já, það passar. Það er til fyrirmyndar. Þannig að klikka úr 2 vítum. Þetta er náttúrulega bara... Haukur Óskarsson. Stuttur tvistur. Já. Þetta fyrir hann í. Hann þarf kannski að finna sig í þessu stutturskotum fyrst að hann lengur út þér. Haukarnir áfram í svæðisvörninni. Fín vörn hjá Matits. Þess að finnir fyrir sér. Alex út í Halldór. Þeir búa til lítið pláss. Langur. Nei, þannig erum við bara ofal ávaxnir. Já. Það var bara tekið yfir okkur. Út frá þessu þá verður fróðilegt að sjá hvað Haukarnir gera með þá
skipting á Kana, hvernig típu þeir fá sér. Líklegt að þeir fái sér stóran þeir fá sér mann. Líklega stóran mann, það er eitt af viðræðum við 2 leikmenn allavega. Já. Og þeir eru báðir stórir og hafa báðir spilað hér á landi áður. Nú þú segir mér fréttir. Þarna flott spil hjá þeim. Þarna skaut nú hann bara út löppinni. Þarna er Haukur búinn að finna sig. Nei, tímiður. Enn og aftur Alex er að koma heim með þvílíka inngómi í frákústing. Þetta er bara, hann er bara 8 hundur. Flott sending á Hauk. Haukur missir boltan. 7 sekundur eftir. Kristinn Marinusson. Hann verður að taka skotið. Nei, við hittum ekki þurft í línuna. Þetta er náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki betri hitt en þetta. Haukarnir eru komnir með í þriggjastaskotunum sínum 2 af 22. Já, þetta er náttúrulega bara ótrúlegt. Þetta er bara ótrúlega hittni. Samt eru búin að skora 40 stík. Þetta er alltaf auðvelt. Ívar tekur, nei. Það er komin hálfleikur. Ívar hefði náð leikli hérna undir lokin en það var ekki. Kannski bara loksins, en það er 20 stík. Jó, býtu. Ég veit ekki alveg hvað gerist. Dómarinn flautaði þarna undir lokin. Já. Það kemur kannski ljós á eftir, en það er allavega 20 stiga munur hérna þegar við förum í hálfleikinn og fáum okkur te. 39-59. Þeir eru búin að fá okkur 60 stíg í einu hálfleik. Þetta er náttúrulega rosalega mikið. Mér sýnist það nú vera að huga aðeins að honum hérna Rockford. Hann er nú greinilega eitthvað þjáður. Já. Og það er spurning hversu mikið hann verður með núna í seinni hálfleik. Hann er að haldra. Já. Og hann er ekki eitthvað ósáttur með eitthvað sem að Baldur er svona aðeins að reyna að hurrista hann og stappi hann stálinu. Sjáum hvað gerist. Komum aftur í seinni hálfleik. Ef ekki að lofa spennandi seinni hálfleik. Jú. Okay. Við minkum þetta mun niður, segjum það. Komum til nokkrar.
hálfleikur hafinn. Það eru Þórsarar sem byrjar boltan. 39-59. Tómasík, flott vörn hjá Haukum. Kristinn Marinusson. Frábær vörn á Hjálmari. Hjálmar. Hann dræfar. Hann blokkaður. Það er bara svaraði sögum mitt á Hjálmar. Fínasta vörn til báðinni til að byrja með. Tómasík með boltan. Búinn að vera okkur erfiður ljárið þúu. Sending á Halldór. Þetta er fín fæsla. Sjáum að þetta er rosalega flott sók. Já. Lutu boltan ganga og fundu opið mann undir körfunni. Sjáum að Rokkvort byrjar inn á. Já. Hilmar segi ég. Klárar þetta, flott sending á Arnóri og Hilmar klárar. Bara vel gert hjá báðum. Haukarnir komnir aftur í svæðisvöldinni. Sjáum hvað þeir gera. Arnór, þeir skilja á galopna eftir. Ragnar Örn. Ykkar hætti við, Finnur Halldór. Já, fín vörn. Haukur frákastið. Hvernisvörnin, það var galopi skot. Við meðum ekki gefa mörg svona. Haukur Óskarsson. Það er ekki með hvernig fyrirháleikur spilaðist að þá hérna. Hjálmar, missi boltan, nei. Nei, býtu hvað gerist? Nei, þennan bolta eiga Þór Þorláksson. Flott barata hjá báðum liðum. Þorláksson enda með boltan. Kemur Tómasík. Halldór Garðar. Flott vörn í Haukunum. Staðinn fyrir utan Tómasík. Finnur Halldór Garðar. Hvernig vilja Halldór nú vinstri. Kínu, finnur Ragnar Örn. Hittir ekki, flott vörn í Haukunum. Flott vörn. Sjáum það. Haukur Óskarsson. Finnur Arnór, stígur vel inn í þetta, hittir ekki. Arnór ekki besta skittan í liðinu. Brotnik, finnur Tómasík, hann er góð skitta eins og við séð. Haukarn á boltanum. Mönnum mislaður hendur hann í byrjun. Kristinn Marinusson. Nei. Já, þryggjastarskotin. 2 af, hvað þá, 26. Já, allavega 24. Það er það að fara að leita að einhvern öðru þessum. Tómasík. Ragnar Rólugur Brávóðsen, hann er lengi opinn, hittir. Arnór. Hjálmar. Hilmar Pétursson. Hilmar Hennings. Já, það er villu. Nú hefði ég viljað fá skot eins og gerist í fyrri áleik hjá Þór Þorláksson. Ekki sama. Nei, það er miklu skemmtilega að dæma sko end bóng. Haukur, hittir ekki nær frákastinu. Hittir ekki aftur. Þetta er náttúrulega alveg menn verða að nýta þessi færi. Eins og segið, það er svona doði yfir mönnum. Menn eru að leiða upp og æmislegt annað sem að menn ekki sé dóni núna. Þetta er bara erfitt þegar menn eru. Fín vörn í Haukunum. Það vantar greinilega mikið þegar það vantar stóra mann. Þarna var það vel gert hjá Arnóri og Hauk. Þetta er bara mjög fínt. Mjög flott. Fín geta allaveg sko. Ágætt sending frá Hilmar til að hefja hraðarupplöfið. Þetta kláruðu þeir vel. Tómasík. Sækja það inn í Ragnar Örn inn í horninu. Nú líður í vilt vel hann í horninu en hittir ekki núna. Flott hjá Haukunum aftur, vel gert. Fínt að reyna að koma Hilmar í gang. Hann þarf að vera svona einhver X-faktor í þessu liði. Hann er bara orðinn burðarlegur í þessu liði í sóknarlega séð. Þetta er frábæra leik náttúrulega á móti. Haukur, flott vörn í Haukunum. Aftur keira þær. Hann bara fara alla leið. Nei, hann var ekki. Op. Það er villun að hafa það. Brotnik allavega röflar ekki. Einar Skarpíðin segir hann hafi slegið í hendina á honum. En líklega rétt. Kom klárlega við boltan en hérna ég held að hann hafi nú aðeins komið við annarkost skrokkinni eða hendina líka. Hilmar setur fyrra vítið. Við gætum með smáran hérna núna.
hvað Hilmar gerir sér það. Hittir ekki. Hilmar Vakvart með gott frákast. Kíno hittir ekki. Hjálmar með gott frákast. Nú er Hjálmar að vera. Nei. Já, hann dæmir flopp. Flopp, já, ok. Ha? Flopp á Halldór Garðar. Hann bara flopp. Enda Ragnari Braga á það að þegar maður gefur á dómara þá gefur maður eins og maður gefur á litla frendis. Laust og beitt á hann. Akkurat. Það er bara ágætisregla. Þetta eru ekki hérna til þess að spila korfbólta. Þeir eru ekki til að grípa boltir hérna. Nei. Þeir eru til að flauta villurnar og þeir eru búin að gera það vel. Já, það er alltaf að hrósa einhverjum hérna á vellinum og það er alltaf að hrósa dómarunum. Þeir hafa átt þetta bara átt góða stjórn hérna á leiknum. Já. Það eru aðrir leikir í gangi núna og ekki í gangi reyndar en leik Vals og Keflavíkur í úrvalsdeild kvenna var að ljúka. Það sem að, já, hefur nú breyst svolítið mikið í lokin. Það sem að Valur var 30 stigum yfir á tímabili en leiknum er lokið ekki nema 7 stiga mun og Keflavík vinnur seinni hálfleikinn með 26 stigum og hérna byrjaði Haukarnir ekki að fara á línuna. Þeir eru búnir. Ég var að skoða skýrsluna með hann. Óskar klikka, Haukur segi, Haukur Óskar. Já, ég var að horfa á tölunar í kvennadeildinni. En Valsmenn sigra þar með 7 stigum. Það er nú mjög góð sigur hjá Val. Haukur Óskarsson, þetta er ekki að ganga á hann núna. Kemur Tómasík, hann var rosalega flottur í fyrri hálfleik og heldur áfram þar. Þetta má ekki gerast í svæðisvörn þar sem að menn eiga að vera mættir fyrir utan þriggjastellinuna, 2 í efri röðinni. Og dýrt að fá sér svona körfu. Arnór Bjarki, Hilmar, Hjálmar segi og Haukur, nei, Kristján Marnarsson. Kitty Marnars. Þristur. Hann er sennilega með bestu nýtinguna af okkur, af öllum leikmönnum Hauka í 3 stiga. Hann er búin að setja 3 ofan í. Það er okkar 1-3 ár. Nei. Það sending var langt í burtu. Haukur skiptir við Daða. Lækkar meðalhæðin ennþá aðeins. Já. Kemur Daði, stjórnar þessu núna. Hjálmar getur farið á Davíð. Gerir það. Endar hann flott vörn á Davíð. Hjálmar endar í erfiðu skoti bara. Haukarnir komnir í maður. Nei, Sverrisvörn áfram. Fín vörn á Daða. Og Arnór. Nei, ég held að, ok. Þetta var rétt. Já, mér sýndist hann að fara að Arnór en nei, það slær. Síðan það endur sýningunni hérna hjá okkur. Kemur Daði. Haukarnir þurfa að fá núna körfur frá leikmönnum. Arnór Bjarki. Keirir á Halldór. Klaufar þarna. Já, þetta er rétt. 4. villan á Hjálmar. Kemur Adam Smári inn á fyrir Hjálmar. Þeir ætla að fá þessi svona villur þar sem menn eru að kljást boltan en hann fór þarna í lappirnar á honum þannig að hann datt. Það verður ekki að kvart yfir því. Það er eitthvað skrítileiðinni á Hauka núna. Já, þetta er ekki lið sem við séum oft í vittum. Nei. Þessi uppstilling, það er að segja að Daði og Arnór hafa ekki spilað. Spila saman og Halldór Matíts á bekknum. Já. Halldór Garðar skakkur. Gott frákast í augunum. Daði kemur upp. Það eru fljótið tilbaka. Arnór Bjarki. Finnur Daða. Það er að leysa þetta betur. Daði vel gert þetta. Hann er búinn að vera grimmur. Já, hann er fljótur og duglegur. Þórsar að taka leiklega. Það stoppa þetta. Haukarnir konum með þetta í 16 stig. Þórsarnir vilja fá eitthvað meira upp úr sókninni sinni.
kannski svona, það sem að ganga hjá Haukunum í svæðisvöldinu það að Þórsar hafa alveg glemt að kíkja inn í þar sem þeir byrjuðu náttúrulega leikið með því að leita mjög mikið inn á bæði Brodnik og Kínu Rockford. Það er náttúrulega ástæðan fyrir að fara í svæðið fyrir að loka náttúrulega svæðinu undir körfunni þannig að hann fá ekki boltan hann Rockford. Það er svona kannski að breyta. Og ef hann fær hann þá þarf hann alltaf að fara í gegnum 2. Það er oft þannig að menn þegar líður að hitta vel eins og mótið maður mannvörðinni þá þora menn ekki að fara í svæðisvörðina því þannig að það líka opnar svolítið fyrir utan en það bara svona breytir outlookinu eða svona hvernig menn sjá körfuna að fara í svæðisvörðina. Það er bara þó að menn sé að hitta vel á mótið maður mann þá þýðir það ekkert endilega hitti vel á mótið svæðisvörðinni. Þannig að Haukarnir hafa aðeins náð að hægja á leik Þórsarana með svæðisvörðinni. Tomsik finnst rosalega gott að dribbla bara beint upp eða tryggja og fara beint í pull-up jumper. Gerði það hérna í fyrirháleik og núna síðast núna en þau hafa ekki verið að leifa hana fyrir núna bara hérna áðan. Hann er náttúrulega svona fyrst og fremst leikstjórnandi sem að vil stýra liðinu. En hérna hann er gott skott. Já, mjög gott skott en maður er ekki mikið að leita því þó hann sé svona heitur eins og í dag. Búinn að hitta mjög vel og þá finnst mann alltaf vera fyrst að hugsa liðið áður en hann fyrir að skjóta sjálfur. Haukarnir er líka mætunum framalega þannig að sé ekki að fá þessi opnu skot. Haukarnir spila fínt á það. Rockford finnur Emil setur hann. Þeir virðast alltaf að finna leikmenn sem að geta komið og sett hann einu sinni tvisvar og ný. Já, þeir fá alltaf opið skotan í hóttinu og Hilmar og Davíð finnur Adam, heyrðu. Og Bartu Haukumenn, flott frákast. Hilmar, við fáum boltan. Flott vörn hjá Hilmari. Við sjáum það kemur Mattisinn á fyrir Artur Berka. Við sjáum það að Þórsararnir eru 9 af 21 í þriggjastaðar sem er bara mjög góð nýting, 40 og í helmingsprósenta sko. Það er 10 af 22 en það er bara 45%. Það er bara mjög ásættanlegt. Það er náttúrulega frábær hitting sko. Hilmar, þristur frá Hilmari, hittir ekki. Nei, hann er búinn að vera opinn, Hilmar. Bara á sama stað og aðri í liðinu, ekki að hitta. Svæðisvörnin áfram. Emil Karel aftur á sama staðinu með hinum megin, hittir ekki. Haukarnir er að fá stopp sko, það er ekki spurning. Það er ekki verið að nýta þessi stopp nógu vel með því að skora. Vel gert. Vel gert þarna, Adam klárar þetta vel. Vel dræfa þarna hjá Daða. Því að tala að þeir væri ekki að leita mikið inn í á Kínu Rockford. Það er eitthvað svona, hann er svona í svipuðu taktík og núna alltaf leittir hann í taktík og Haukarnir. Það er svona sleðni yfir honum eitthvað. Þangað til núna, ég segi þetta náttúrulega, þá klárar hann það. Það hittir ekki. Þetta er fínt. Hann er búinn að vera svona á hægri ferð upp og niður völlin. Það þeir vilja ekki meina sig á niðurleið. Þetta var óauðvelt. Hann er svaka í íþróttum. Hoppar og hleypur og það virðist ekki verið mikið á hann núna. Nei, ekki þessi hoppa allavega. Hann ætlar bara að fara að taka boltan af Adam. Hilmar. Það er skiptingu. Kristinn Magnússon á, vill af. Haukur skiptir inn á. Skiptir við Hilmar. Skipting hjá Þórlarsson líka. Kínu og hver var að fara með hann út af? Nei, Halldór Garðar var að fara með hann út af. Já, Halldór Garðar fór út af, hann er komið með 4 villur. Daði, vel gert þetta á það. Stuttur. Brodnik kom inn á. Emil Karel aftur. Hittir ekki. Haukar að dauða hana. Já, þetta er Þegar Haukar er ekki búinn að fá núna 13 stig á sig í þessum leikluta. Það er náttúrulega rosalega lítið sko. Já, en við erum ekki að skora mikið meira. En ég held að það sé bara sama og það er mjög svipað. Og Þóru voru með 59 stig, þeir eru búin að skora 14 Nei, 13. Það er bara sama. Þóru var búin að skora 13, við vorum að halda þeim með 13. Nei, flott sending maður. Vel kláraði Ragnar í Bragarssoni.
Þetta Haukar voru skorað 14 líka. 12. Voru ekki með 31. Nei, 39-59. Jú, 12 stig. Daði sækir að körfunni, finnur Marinósson. Hann eini maðurinn sem hefur hitt í Haukunum í öllu leiknum. Hann bara eini sem samkvæmt með sjálfsög. Já, gott. Alla leikinn. Það vantar allavega einn svoleiðis viðbót sem svona Tomsik finnur Ragnar Bragason, þetta á vöðvelt, hittir ekki. Nei. Davíð með flott frákast. Tomsik hittir ekki, nú þarf Haukur að frákast. Nei. Þetta bara of einfalt fyrir þá. Þarna voru þeir bara einfallega duglegri en Haukamennir. Þeir eru lágvaxnir í tegnum Haukarnir, það bara þannig. Davíð ætlar að klára á síðasta skotið. 10-8-7. Davíð keyrir upp á körfu. Finnur Hauk sem að hittir ekki en Adam Smári keyrir þetta vel. Herðu, við erum búin að minnka mununum 2 stig í þessum leikluta. 58-76. Ég lofaði aðeins meira. 18 stiga munur. Lofaði aðeins meira í hálfleik en það gekk ekki eftir. Nei. 58-76. Eiginlega ekki mikið meira en það að segja. Við höfum hægt á þeim með svæðisvörðinni og þeir hafa ekki verið að nýta sér það með. Þeir hafa aðalega að spila fyrir utan og tekið svolítið mikið að þristum sem það kannski það sem við Haukarnir vildu en það hafa náttúrulega verið að lauma einum og einum ofan í. En Haukarnir, bæði lið hafa náttúrulega bara verið að spila betri vörn heldur en í fyrri hálfleik. Já, algjörlega. Og það kemur náttúrulega niður á sóknarleiknum hjá báðum liðum en Haukarnir hafa ekki verið að nýta þetta, þeir hafa bara verið að halda áfram í ruglinu í 3 stiga skotunum. Já, mikið til. Við sjáum það, við vorum að tala um það í fyrri hálfleik. Nýtingin er 4-30. Það er Kristinn með 3-9 sem er 33% nýting sem það er bara það er allt í lagi. Bara venjulegt. Ekkert frábært. Bara eðlilegt. En aðrir eru Arnór Bjarki er 0-2, Haukur 1-9, Hjálmar 0-3, Hilmar 0-3, Daði Lár 0-2 og Matthías 0-2. Þannig að þetta er spurningum að leita annað, en Haukarnir hafa svo sem verið að leita annað núna en þeir hafa bara ekki verið að fá körfur þar heldur. Þetta er allt óslagt. Sórknarlega séð. Vörnin hefur nú verið ágætt í þessi svæðisvörn sem að Haukarnir hafa verið í. Já, samt hafa það með hreinu. Við erum búin að skora 58 stig og við erum að tala um einhverja verstu þryggjasternýtingu sem við séð. Já, með það í huga. Þarna var hann bara opinn. Matic, sjá hvað hann gerir, keyrir körfu, gerir það vel í fyrri hálfleik. Haukur nær boltanum, en stoppaður einfallega bara. Þeir eru munstari hann inn í teik. Rosalega frábær hreyfing hjá honum. Frábær hreyfing. Vel gert. Umkrindur mönnum. Þetta var bara frábærlega gert. Þeir eru bara stærri og sterkari inn í teik. Og það er munur. Ákveðnari, Haukur Óskarsson. Það verður náttúrulega að taka þetta skot. Já, hann er það. Vel gert hjá Hauk Óskarssoni. Setur Kristóni. Hann þarf að koma smá svona kæruleysis hugsun í skotið. Ég held að sé að hugsa of mikið að vanda sig og já, það er svona, þetta var svona ekta dæmi Hauk, hann var bara að setja þetta. Komið 14 stig. Sjáum hvað er í gangi. Það er tíminn. Hann gekk aðeins áfram. 9:03 eftir. Koma Þórsarar. Það er svæðisvörn fram. Engin ástæði fyrir að hætta þessu. Tomsik. Og Davíð Arnar hittir. Þessi er bara svarað. Já. Það er bara þannig. Sjáum hvað Tomsik er sterkur í þessu. Hann bara ætti inn í teginn og opnaði allt fyrir sitt lið. Illa á Adam Smára. Hjálmar kemur inn á. Líklegast fyrir Adam. Nei, Kristján Magnússon skiptur út af.
Við fáum ekkert gefins hérna. Nei. Það bara þannig. Við grísum eitt í 3 honi og það er ég bara svara hann leið. Já. Sjá, Emil. Tómasik. Finnur. Þetta bara þeir leika sér þessi núna. Já, þeir eru búin að finna einhver svör við þessu. Svör við svæðisvöldinni og Nú er þið líka bara leit inn í. Tómasik að keyra á þá, fá pick and roll á móti svæðinu. Já. Daði. Finnur. Hjálmar. Nei, þeir pakka bara. Já, þeir pakka bruna. Við erum ekkert að hitta neitt, þannig að það er alveg eftir að hérna það er alveg eftir að 2 og 3 dekka á stóramannin. Þeir bara 3 dekkan í teg. Það er bara að virka. En við erum kannski að dribbla á mikið á móti því inn í tegnum. Já, við erum að Hjálmar er búinn að vera slæmskot eða missa boltan hann í teg með því að vera að dribbla og það hefur bara ekki gengið. Emil Tómasik setja hindrunna fyrir hann notar það rosalega vel. Íttir ekki um neðskiti. Nei. Og strákastur Daða. Daði við völlin. Hann verður bara að fara upp í þetta. Já. Finnur Haug. Enn og aftur. Mill á Emil. Leikliði. Já, Ívar það ekki. Held að prófa ekki að skipta aftur í maður á mann. Kæmir ekki óvart ef að Þórsararnir væri búin að láta Keanu Rockford bara sitja á bekknum þessum eftir þegar hann er svona, eins og segja, hann var svona haltur, svona var ekki alveg á 100% alltaf leikir en sýndi sprengjun á kraftir í sem af og til. Já, það var ekkert rosalega mikið að sjá að hann væri mikið meiddur sko. Nei, en það er svona eitthvað. En hann er eitthvað umkvæmst sko. Já, það er svona eitthvað sem að er að plaga hann kannski. Já, ok. Það var kannski algjör óþarf að vera að tróðunum vinna á í 22 stiga munn leik. Já, það er ekki mikil þörf á því. Allavega ekki eins og hvernig Haukarnir eru að spila. Nei, ekki eins og okkar menn spila þetta dag. Þeir þurfa einhvern að koma saman og enda þetta almennilega þó að þeir séu ekki kannski að fara að vinna hann að leik. En mér sýnst að Alex sé að fara að koma inn á. Já, það er góð skipting. Hann kom inn á með ákveðin kraft hérna á hann og barðist í frákustum og skiptir við Adam. Já. Og ætli þessi ekki að fara bara í maður og mann. Jó, þetta er trúið í. En það er Haukarnir eiga. Keanu kemur aftur, ég bulla bara. Keanu kemur bara beint inn á aftur. Rockford kemur hérna haltrandi inn. Já. Heldur nú lærið og Herðu, við hittum úr víti. Já. Fáum að 2. Áhugavert kannski að skoða vítarendinguna hjá okkur. Já. 2 víti röð honi. Hún er svona þokkalega hjá okkur. Hún er 8 af á 10 af 14 núna, 70%. Keanu Rockford. Það hefur verið að vera. Fín vörðin aftur í haugunum. Já. Komið svona læti maður á mannvörðina. Já. Hjálmar með 4 á sér, má ekki á þessu villu. Atna vel gert í haugum, flott vörð. Þetta var mjög góð vörð, þannig að koma í vekk fyrir sendinguna hana. Nei, þá lætum við bara taka boltan á okkur. Nei. Þeir pressa. Já. Hjálmar. Daði Lár. Já, þú voru bara að taka þetta. Já, hann finnur sér staðinn sinn, setur hann á ný. Já. Vel gert. Nú þurfum við bara aftur stopp. Það er svona kannski eins og við segjum, horfum upp á framhaldið að næsti leikur hjá okkur er mjög mikilvægur leikur við hérna Hjálmar Klaufi. Það er bikarleikur á sundaginn. Bikarleikur á sundaginn við Vestra fyrir vestan og verður hörkuleikur. Það er bara það og menn þurfa að klára þennan leik af krafti til þess að koma með svolítið svona skemmtilegt ferðalagi fyrir höndum. Já, menn var að því er ekkert að hugsa neitt annað en við verðum að hérna fá svona smá kraft í lokin. Nú ætlar Óskar bara að taka þetta. Augur og svona. Sýnir hendur. Augarnir gera. Daði. Svo maður Hilmar ennþá út af. Já. Daði aftur með skot. Já. Það er honi. Vel gert hjá honum. Þetta er bara hans skot þarna. Hann er að fá svona smá hérna hjá haugunum eftir að var svona gekk illa hjá hann kannski oft í hjá Keflavík fyrra en hefur verið að koma núna mjög sterkur. Frábær vörð hjá Hauk. Hefur verið að svona koma sterkar og sterkar inn í þetta, þannig að sérstaklega sóknarlega séð.
Alltaf verið duglegur og góður varnarmaður. Þannig var hann annan, frískot eða hvað, nei. Já. Drævar, það er villa. Brodnik. Þetta er aðeins betra hjá okkur en það. Hann hefur alltaf verið góður leikstjórnandi og mjög góður varnarmaður. Nú hefur hann verið að sína sér betur sem sóknarmann oft á tíðum. Já. Matic. Finnur, op. Þetta var bara villa. Já. Gott vörn hjá honum. Þetta er það sem hann gerir, hann er mjög góður varnarmaður. Emil Karel. Setur þristinn. Það er beint orði. Já. Þeir halda áfram að hitta mjög vel. Já. Einhver glæta á haugunum, það er bara keppt niður. Haukur Óskarsson gerir þetta vel. Æ, missir boltan. Halldór. Sækjar að körfunni. Vill á Hauk. Haukur að fá svona aðra villu. Það er ekki á hættusvæði með það. Villa á Alex. Því er náttúrulega að koma inn á hann og vill. Nei. Láta finna fyrir sér. Það var skrítin sending. Já, bara náði boltan, þá var þetta yfir miðju, þá lítur þetta yfir miðju. Ekki yfir miðju? Nei, það er stórfurðulegt. Ha? Ég held bara að dómarinn hafi ekkert verið að... Ég veit ekki hvað gerist dómarinn. Daði, það er villu, við ekki að senda á það. Þetta er nú ótrúlega. Dómarinn vilja meina að þeir hafa ekki átt vald á boltanum. Þeir voru að taka yngasti, sko. Já, ég veit það. Ég veit ekki, hérna... Já. Ekki það að breyti gang leiksins, Nei, það gerir það reyndar ekki. En þeir hittu þannig að þryggjast að hins vegar úr þessari, svo. Þeir voru hættir. Það er svona, þetta er allt í lagi. Daði, Lár, hittir ekki vitinu. Sjáum hvað hann gerir í setna. Hittir ekki heldur, nákvæmlega sama vitið. Inn og upp úr. Þetta er beint honum, þessu? Já, nei. Alex er í öll... Nei, strákar. Þetta... Þórsarðar er að fara hérna yfir 100 stíðin. Já, léttir það. Það leit allt út fyrir 120 stíðin inn í byrjun, sko, þannig að... Hilmar, nei. Það er... Já, annar... Þetta fer af læruna á hann, sko. Já, þeir halda sig bara við þetta. Já. Sjáum hvað þetta Haukarnir fáið smá stopp núna, 5 mínútur eftir af þessu, 67-93. Kristján Magnússon á móti Kino Rockford. Kino hefur stærð, styrk og sprengraft en það verður ekki að nýta þetta. Flott vörð hjá Kristni. Mjög góð vörð, Kristi stóð bara kjör. Arnór Bjarki, það er að taka sér boltan. Þetta er bara kærlaus. Ívar biður bara tíma. Það þýðir ekkert annað. Ég held að verði að prófa nýjan leikminn hann inn. Hamid Dikko verður á bekknum. Sem dæmi. Óskar. Verður ekki mikið verið það sem er að gerast inn á öllinu núna, sko. Já, það er ekki mikið að segja. Nei. 30 stiga munur næstu því.
ekki leikubyrjar í hérna Áreikóhöllinni? Valur Keflavík. Valur Keflavík. Fróðulegt að sjá þann slag. Já. 22-26 fyrir Keflavík. Ok. Daði mill á Kínu Rakvort. Það eru búin 10 mínútur leiknum og Kendall Lamont Anthony ekki með 1 stig fyrir Val. Já. Koma svakalega sterkur inn í deildina. Það sé ekki búin að skjóta það? Já, þetta bara ekki. Nei, Kristinn Marinósson. Klikkar úr galopnu leiðupi. Snögglega upp en ná að klára þetta. Nú eru kannski bara með konum með huga með eitthvað annað. Já, hann er Ívar Barja sestur á hérna skiptistólinn. Alex Villa. Eina dæmi Villu á gólfinu núna. Hamid Dikko kemur líka. Já. Það er bónus. 2 bónuskott. Þetta var ekki sá leikur sem maður held að myndi stefna í. Ég er í byrjun leiks og fyrir leik. Maður var að vonast eftir öðru sér svörum frá Haukastrákunum. Já. Eftir að... En það er greinilega bara... Sett upp störfum. Það hefur mikil áhrif náttúrulega að... Emil Karel, best fyrir þessu. Það vantar mikið þegar það vantar stóra mannin í teig. Já, og náttúrulega ekki gleyma þið líka, það vantar Kristján Ómar líka, þannig að tveir af þeim leikmönnum í okkar sem að... Kristján Leif. Kristján Leif segi, hvað sagði ég? Kristján Ómar. Kristján Ómar. Það er styrktarþjálfari í Haukum. Já. Fótboltamaður með meiru. Þannig að Kristján Magnússon, nei, Kristinn er að... Flotta byrjun á Kristni í þessum leika þá... Já. Það er svona hægst á hann í fjórða leikum þá. Sann að bara hann þreyttur. Já, ég held geti verið. Hann er búinn að spila mikið. Meira en oft áður. Var svona eini maðurinn á Haukaleginu lengi með einhverju lífi. Já, sóknarlega séð. Kom oft inn á með fínastu vörn á Kínu Rockford. Þannig aftur Brotnik. Fallega bara stór og sterkur strákur. Fer aftur á línuna. Baldur ætlar ekkert að henda sínum varamönnum inn á. Nei, hann ætlar bara að klára þetta sterkt greiðlega. Klára þetta sterkt og auka muninn. Það skiptir máli fyrir seinni umferðina. Þetta eru 2 lið sem er að berjast sæti í úrslitakeppninni og jafnvel fallsæti ef að illa fer. Það er Brotnik. Múin að vera mjög flottur í þessu leik. Komið með 18 stig. Skiptir inn á fyrir Styrmi, ungur strákur, fæddur 2001 að mig minnir. Efnilegur, ungur drengur. Arnór gerir þetta vel. Adam grípir ekki hvað þann. 3. sendingin í röð frá Haukunum sem að menn gríp ekki. Boltinn skoppar einfallega bara út af. Kemur Tomasek. Ívar Barja á honum. Halldór Garðar. Annar leikmann sem búinn að klæða sér leik, 23 stig. Arnór gerir vel, uppkast. Haukar eiga boltann. Já, flott vörn í Arnór þarna. Já, við hefum þurft meira, það voru ákveðnir leikmenn hjá okkur sem að hafa ekki náð sér að stríka í sókninni sérstaklega. Nei, Hjálmar og hérna Arnór Bekkar endar, nei, Loftur. Hjálmar og Hilmar hafa ekki skora þau stig sem við þurftum á að halda til þess að vinna leikinn. Já, bara til að halda okkur inn í leiknum þá þurftum að fá miklu betri nýtingu og miklu færri mistök. Þessi mistök sem auðvitað múin að gera að sóknarleysið er bara allt og mörg. Tomasek. Gerir þetta vel. Já, vel gert. Þetta er góður strákur, hann Rockford, sterkur og staðilegur. Hann er satt ekki komið með bara 10 stig en það er spurning hann er ábúin að komið allavega. Rólegur í dag. Hjálmar finnur Adam. Nei. Finnur truflar þetta. Þeir eru undan upp öllin líka. Tomasek hittir ekki.
Þeir eru bara ákveðnari, sterkari, þá langar aukamunin. Já, hann var ekki mikill viljið þegar hann ná sem bolta þarna allavega. Þeir eru miklu hrifnir af því að aukamunin heldur aukandir að minkamunin. Já, nei! Nei, þetta er bolti sem þeir eiga. Jesús, góður guð. Já. Arnór skipti við Matic. Já, þá skipta Þórsar Orlofsins. Já. Konur yfir 100 stigin. Konur yfir 100 stigin. Þetta bæði, skipting. Það er Rockford sem fyrir út af. Benedikt kemur inn. Leikmaður númer 92. Og hver er staðan í valsarinnum? Góð spurning. Það er 25-28. Annar leiklundi er hálfnaður. Hilmar sækir á körfunni. Galopinn, hittir ekki. Adam, flott barðu Adam. Finnur Hamid Dikko sem að klára þetta. Eins og ég segi, nú leggst Kino Rockford hérna út af, fær aðhlýningu frá sjúkraþjálfarunum. Já, hann minnst að sár þjáður bara. Lærið, Rauningur, flott vörn á Hamid Dikko. Vel gert. Hann er skipting hjá Þór. Halldór Garðar kemur út af. Hann er með 25 stig. Já, var frábær í þessu leik. Fór ekki mikið fyrir honum. Mér fannst hann ekkert vera að skora eitthvað áleika þessu, en það er merki góðan leikmann sem að gera þetta áreynslulaust. Finnur Emil Karel. Emil Karel klárar það vel. Hilmar. Nei. Það er ekkert orðið í Hilmar. Nei. Þetta er bara hans leikur. Hann á að inni þá. Við vitum það. Já, ég menna hann til frábæra síðasta leikmann í Grindavík. Og frábær þar. Þar var hann að hitta og keyra upp á körfu og valinn lið umferðinnar. Já, valinn umferðinnar. Og hérna, það er ekki oft sem það gerist þegar menn eru í tafliði. Nei. Þannig að hann á þetta inni, við höfum býst við stórleik frá honum á Vestfjörðum. Nei, engin spurning. Emil Karel hittir ekki. Adam tegur gott á kast. Finnur Hamid Dikko. Já, villa. Þórsarnir er bara berjast fyrir sem þá, 16 sekundur eftir og þeir eru að grýta sér á eftir öllum boltum. Já, ég menn þetta er ungi strákar sem er að koma inn og þeir vilja bara sanna sig og sína. Algjörlega. Dikko setur fyrra vitið hann í. Setna ekki. Ívar bara að enda með boltan. Dikko klárandi vel, fær villu, klárar góð. Við erum alltaf að halda þessu undir 40 stíðum. Undir 40, já. Er það ekki eitthvað? Verður maður ekki að sjá eitthvað bjart út úr þessu? Það verður alltaf ekki mikið verð en þetta. Nei, það verður ekki mikið verð en þetta. Styrmir. Algjör slátur hérna heimavelli. Kristur. Eittir ekki. Hilmar með gott rákast. Þá klárast leikurinn. 73-106. Er ekki bara fátt um annað að það að segja, bara takk fyrir og góða nótt.
Já, það var gott helgina og hérna, já, ætlum við komin okkur aftur, ekki í lýsingu, það útileikur á móti Stjörnunni, já, Haukur næst, þannig að við sjáumst bara hérna eftir áramótin Ekki nema Stjarnan panta okkur. á nýju ári. Þakka fyrir okkur, gleðileg jól. Takk, gleðileg jól.